Virðulegur forseti. Við erum að ræða krónu á móti krónu og ég styð þetta frumvarp heils hugar og einn af stuðningsmönnum þess. Og við erum að tala málefni sem eitt það mest óréttlæti sem maður hefur séð í, held ég, íslenskum lögum. Óréttlæti sem svo ótrúlegt að maður fær á tilfinninguna þegar maður fór að grúska í þetta alveg inn í kjarnann á þessu, að þarna sé verið hreinlega að plata veikt og illa slasað fólk, öryrkja upp til hópa, vegna þess að ef við skoðum aðeins, við skulum aðeins skreppa í smá söguskoðun. Hvenær voru þessi lög sett á krónu á móti krónu? Ólög. Hvenær? Jú, það var 26. desember 2009 var þetta lögum. Þetta var á tíð svokallaðrar vinstri stjórnar. Velferðarstjórnarinnar, já. Og í atkvæðagreiðslu sögðu 19 já og 14 sögðu nei. Og því miður verð ég að segja að það eru enn einstaklingar á þingi sem samþykktu þessa gjörð, og ég veit og trúi ekki öðru en þessi einstaklingar sem komu þessu lögum á munu sjá til þess að þau verði tekin af, og þar á meðal Ásmundur Einar Daðason sem núverandi velferðarráðherra, og forseti Alþingis Steingrímur J. Sigfússon, hæstvirtur. Og þeir sem sögðu nei, þessi 14, þeir sögðu ekki nei við krónu á móti krónu skerðingunni. Hún var ekki nefnd á nafn í sérálitum sem allir geta fundið á netinu, og ég búinn að fara í gegnum þau sérálit og ég fann ekki einastu mótmæli hjá þeim sem sögðu nei gegn krónu á móti krónu. Vegna þess að mér var bent á það í umræðu skattamál sem ég átti við Bjarna, hæstv. Fjármálaráðherra, og þar var nefnilega einmitt bent á það hver hefði komið þess á og hverjir hefðu verið með og hverjir hefðu verið á móti. Og ég sé ekki að þeir sem voru á móti hafi gert sér grein fyrir því á þeirri stundu hvað var verið að búa til. Og ef við kíkjum á þessa lagasetningu sem var þá 12. grein, og í 9. grein var það svo ásamt frásögn, þetta sem var lagt fram á þessum tíma, uppbætur á lífeyri. Mér leyfi rétt forseta ætla ég að lesa hérna upp. Heimilt að greiða lífeyrisþegum uppbót á lífeyri vegna kostnaðar sem ekki fæst greiddur eða bættur að öðru hætti ef sýnt þykir að hann getur ekki framfleytt sér án þess. Við mat á því hvort lífeyri getur framfleytt sér án uppbótar skal tekið tillit til eigna og tekna. Heimilt að greiða lífeyrisþega sérstaka upp á lífeyri vegna framfærslu ef sýnt þykir að hann geti ekki framfleytt sér án þess. Við mat á því hvort lífeyrisþegi sem fær greidda heimilisuppbót getur framfleytt sér án sérstaklega uppbótar skal miða við heildartekjur séu undir 180.000 kr. á mánuði. Við mat á því hvort lífeyrisþegi sem ekki fær greidda heimilisuppbót getur framfleytt sér án sérstaklega uppbótar skal miða við heildartekjur undir 153.500 kr. á mánuði. Til tekna samkvæmt ákvæði þessu teljast allar skattskyldar tekjur, þar á meðal bætur almannatrygginga og bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð, sem og erlendar tekjur sem ekki eru taldar fram hér á landi. Tryggingastofnun ríkisins metur þörf samkvæmt ákvæði þessu og ráðherra heimilt með reglugerð að setja nánari framkvæmd ákvæði þessa þar á meðal tekjur og eignamörk. Takk eftir því, tekjur og eignamörk. Þeir sem áttu að fá þetta máttu ekki eiga eignir. Þetta á sem sagt að ef að einhver af þessum einstaklingum sem voru á þessum ótrúlega lágu bótum á þessum tíma, sem voru bara í sárafátækt og hefði átt einhverja eignir, þá eru það að nota þær áður en fengju. Þá er þið skert og þeir máttu ekki, ég ítreka, sem hlýtur að vera eitt af stórfurðasta í íslensku sögu, þeir máttu ekki eiga eignir í banka. Þeir máttu ekki fá bætur á þá eignir sem þeir áttu í banka. Og það sem var ennþá meira furðulegt í þessu, aldurstengda öryrkjann sem átti að bæta upp
það að þeir voru ungir í örorku. Nei, ekki skert. Og það hlýtur að vera sæta undrun ef við förum að skoða nákvæmlega ofan í þessi mörk sem þarna voru, að hvað erum við að tala um í dag? Hvað erum við að tala um í dag að krónu á móti krónu skerðingi gerir? Jú, það eru þeir sem hæst fá sérstaka uppbótina sem skerðist þarna eru rúma 60.000 krónur. Og eldri borgarar, þeir fengu þetta leiðrétt 2017. Og ef við bara horfum fram til dagsins í dag, hvað er búið að taka af þeim sem fengu þessa sérstöku uppbót, hæstu uppbót, og við skulum átta okkur á því að þeir sem eru að fá þessa hæstu uppbót eru þeir sem eru verst settir, einstaklingar í hjólastól sem geta varla björg sig veitt. Og þá erum við að tala að frá 1. janúar 2017 er búið að hafa þessu fólki til dagsins í dag 1.360.000 að lágmarki. 1.360.000. Og við eigum, og okkur ber skylda til þess, að sjá til þess að þetta verður borgað afturvirkt. Vegna þess að það er búið að borga öllum, alla leiðréttingar á launum og annað afturvirkt. En eldri borgarar og öryrkjar, nei. Og hver er rökin alltaf? Það er rök fjármálaráðherra í hvert einasta skipti sem þetta mál er tekið fyrir, að málefni öryrkja eða eldri borgara. Það eru takmarkaðar tekjur. Það er ekki til tekjur. En það sem er furðulegast í þessu, það er alveg sama hvaða mál er. Ég hef engan heyrt sagt, heyrðu, við ætlum ekki að dæla peningum í Vaðlaheiðargöng af því að það eru takmarkaðar tekjur. Við ætlum ekki að fara helmingi fram úr kostnaði við Þingvöll af því að það er ekki til tekjur, takmarkaðar tekjur. Og ég segi bara, Guð hjálpa okkur þegar það verður núna, það mun enginn tala um það að það hefur verið takmarkaðar tekjur þegar sjúkrahótelið fer langt fram úr. Og ég segi bara, Guð hjálpa okkur þegar spítalinn fer að risa við Hringbraut sem á að kosta tvöfalt miðað við venjulega, og þá er það tvisvar tvöfalt, og þá segi ég bara, Guð hjálpa okkur. Það mun enginn segja, það er takmarkaðar tekjur. Nei, bara þegar það er óréttlæti gagnvart öryrkjum. Og það hlýtur að segja sig sjálft ef við horfum á það sem sýnir hvað þessu arfavitlaust þetta er, að ríkisstjórnin, þeir samþykkja líka lög og það að hjálpa fólki sem þarf miklan kostnað vegna lyfja, bílastyrk vegna fötlunar, súrefnisgrímur, alls konar aðstoð. Það fær styrki til að gera þetta. En í dag er þessi styrkir skattaðir. Og hvað þýðir það? Jú, ef þú fær 15.000 krónur styrk fyrir lyfjum, þá er 15.000 krónur teknar að því krónu á móti krónu. En svo gleymist það að þessu styrk er tekið skattur. Þannig að þetta er ekki 100% skattur, þetta er bara vel yfir 100%. Og ég segi fyrir myndliti, þarna er verið að plata fólk. Plata veikt fólk. Og hafa það bara hreinlega af fíflum í boði ríkisstjórnar undanfarin ára sem hafa látið þetta óáreitt. Og ég bara segi fyrir mig, ég ætla bara að vona heitt og innilega að þeir sem komu sá og þeir sem eru búin að viðhalda þessu og eru enn hérna á þingi, að þeir loksins komið til með að skamma sín og sjá til þess í eitt skipti fyrir öll að þessi krónu á móti krónu skerðing hverfi, vegna þess að það þýðir ekki að segja við öryrkja, þið verða að bíða eftir að samráðshópur endurskoðun almannatrygginga gangi frá sér. Það er alveg vitað mál að niðurstaðan úr þeim hóp kemur aldrei fyrir fyrsta lagi 2020. Og þess vegna er það krafan núna áramót. Þá verði hætt að skatta lyfjastyrki og alla styrki eins og það var búið að lofa og allir eru búin að skrifa upp á, allir flokkar hafa skrifað upp á hér síðasta vor, og einnig að það verið séð til þess að það verið líka séð til þess að krónu á móti krónu skerðingin verði farin. Og ég segi fyrir mitt leyti að það hlýtur að teljast bara sjá sem mannréttindi. Ég meina, hvernig
ætlum við að réttlæta það? Ef ég myndi segja, ef maður ætti að fara að segja þetta var eitthvað réttlæti í þessu, þá myndi ég taka þetta sem dæmi að ég fæ bílastyrk í boði þingsins sem ég fæ. Ég fæ bílastyrk. En hann er ekki skertur krónu á móti krónu. Alveg sama hvaða tekjur ég fæ annars staðar. En öryrkinn, það er ekki nóg að bara sé skertur krónu á móti krónu, heldur hann síðan skattaða líka. Þetta er bara með ólíkindum að það skuli vera hægt að búa til svona lög og ég segi fyrir mitt leyti að ég trúi ekki. Ég trúi því ekki og ég er sannfærður um það að þessi lög krónu á móti krónu skerðingar sem eru í gildi núna, að þau standist mannréttindi. Og fyrir utan það að láta það vera en þá er það stjórnarskráin. Hvar í ósköpunum stendur það í stjórnarskrá Íslands að það sé leyfilegt að setja þannig lög á að það sé verið að plata illa veikt fólk og slasað? Ég segi bara vegna þess að við erum búin að vita þetta síðan 2009, í 10 ár er búið að vita þetta og láta þetta viðgangast allan þennan tíma og ekkert gert í því og alltaf einhverjar afsakanir og það segja búið að vera núna afsakanir í 2 ár að því Öryrkjabandalagið ákvað það að kyngja ekki einhverju starfsgetumati að þá mætti bara refsa öllum öryrkjum áfram. Þá mætti bara halda áfram að skerða á krónu á móti krónu að þið neituðu því að fara í eitthvað starfsgetumat sem við ættum að hafa til fyrirmyndar og muna eftir og horfa á myndina Daniel Blake sínum tíma sem sýndi nákvæmlega sama það hvernig starfsgetumat getur farið algjörlega út úr öllum kostum og þess vegna eigum við að vanda okkur við það og einbeita okkur að því að koma starfsgetumatinn á en við eigum líka að sjá til þess að krónu á móti krónu skerðingin skiptir engu máli í því samhengi. Það er ekkert samasemmerki þarna á milli, ekki neitt. Og það er annað í þessu sem er líka erfitt að átta sig á og tala að ég er á þeirri skoðun að þessi krónu á móti krónu skerðing í sumum tilfellum er hún þannig uppsett eins og við höfum sýnt fram á hérna, bæði hvað varðar aldurstengdu örorku og alls konar styrki, að þeir sem eru virkilega veikir, það er virkilega veikt fólk sem er að fá þessa sérstöku uppbót, að það getur ekki varið sig. Það áttar sig ekki á því og þess vegna er þetta oft þetta fólk sem bara botnar ekki í því, það er ekkert aukist tekjurnar hjá þeim, það er ekkert breyst hjá þeim, en það fær samt skerðingu árið seinna. Það fær skerðinguna vegna þess að krónu á móti krónu skerðingin dykkar inn. Hún kemur ekki fram fyrir árið seinna. Hún er ekkert inni frá mánuð til mánaðar nema þegar við erum að dreifa greiðslunum í heilt árið seinna. Og það er þetta sem við verðum átt okkur á að þetta er óásættanlegt. Og það er ekki hægt að segja við þetta fólk, þið er bara að vita betur. Þið eigið bara að spúa til fjárhagsáætlun og þið bara gangi frá því þannig að þetta virki. Það er bara gjörsamlega ósanngjarnt vegna þess að það er ekki nokkur möguleiki að þetta fólk geti reiknað þetta út eða átt að sjá þessu. Því það trúir því innlægni, það verður að rétta því styrk til þess að hjálpa því. Og hvernig er ósköpun á það að trúa því að þessi styrkur er baneitraður. Baneitraður að því leyti til að hann skerði þau. Ekki bara 100%, heldur yfir 100%. Og ég bara segi fyrir mitt leyti, það hlýtur að vera komin tími til að við hér á þingi og löggjafinn sýni veiku og slösuðu fólki þá virðingu, þá einföldu virðingu að koma fram við það eins og mannverur en ekki eins og einhverjir, hvað á maður að segja, þriðji, fjórða, fimmta flokks borgarar sem má þrafka á en draga síðan fram öll loforðin þegar kosningar eru, dusta rykið og segja, já, krónu á móti krónu. Allir flokkar lofuðu þessu fyrir síðustu kosningar. Allir. En hverjir hafa staðið við það? Ríkisstjórnin? Nei. Þess vegna segir nú er tími til að standa við loforðin. Virðulegur forseti,
Ég þakka þessa fyrirspurn vegna þess að á þessum tíma var hrunið var nýskotlega og ég trúi því og ég vil trúa því alltaf á því góða og ég vil trúa því að þessi krónumót eða sérstaka uppbót sem var sett þarna inn hefði verið sett inn á góðum ásetningi. Hún átti að hjálpa þeim sem höfðu minnst og höfðu minnsta möguleika til þess að framfleyta sér. Og í þessu tilfelli voru það þeir sem eru verst settir sem fengu þetta og fá mest af þessu. En það sem gerði það að þessi krónumóti krónuskerðing eða sérstaka uppbótin var það þessu rosalega skrimsli var það að þeir setja inn að allt liggur við undir himinn og jörð bara, allt sem er á milli himinn og jarðar bara skerði þetta. Það er engar undantekningar. Allar tekjur og eignir. Það segir sig, það bara hlýtur að vera starfsaðila á allan hátt rangt að setja bara allar eignir og allt undir í svona tilfelli. Og á þessum tíma megum við ekki heldur gleyma því að þarna stuttu seinna voru öryrkjar skertir. Og það voru öryrkjar og eldri borgarar urðu fyrir stórfelldum skerðingum eftir hrunið. Og rökin sem fylgdi þessum skerðingum og það var tekið, það væri mjög leitt á sínum tíma, en það fylgdi loforð. Loforðu það að leið og áraði betur, þá yrði fyrsta mál þeirra ríkisstjórnar sem þá voru völd að leiðrétta kjör eldri borgara og öryrkja. En þeir stóðu ekki við neitt af því. Þeir leiðréttu eigin laun og skildu eldri borgara og öryrkja eftir. Og þetta er leiðrétting sem á eftir að gera og er krafa hún verði gerð. Virðulegi forseti, ég þakka þingmanni fyrir þessi andsvör og ég er sammála þetta er ekki stórar upphæðir að ræða og þetta er sanngirnismál og það er annað sem gleymist í þessu öllu að ég var að tala um 60.000 krónur skerðingar sérstöku uppbótar hjá þeim sem verst fara út úr. Það gleymist í því samhengi líka að ef viðkomandi hefur einhverjar tekjur annars staðar frá, bara einhverjar atvinnutekjur. Ég horfði upp á dæmi einstakling sem fékk 300.000 krónur atvinnutekjur fyrir sumarvinnu sem hann gat unnið. Öryrki, ofsalega ánægður með það. Fékk þetta smá tekjur, borgaði sína skattaði og hann var í svo góðri trú að hann fengi nú að halda restinni af því að hann skuldaði smá og hugsaði með sér, ok, fínt, ég bara vinn fyrir þessu og borga skuldina og ég er í góðum málum. Einasta króna af þessu. Ekki bara skattpeningurinn, heldur allur 300.000 kallinn var tekinn á hann. Bara strax árið seinna. Og ég bara getið ykkur ímyndað hvernig þetta fer með einstakling sem er veikur fyrir og er að reyna að bjarga sér og hann er gjörsamlega laminn niður. Og við getum bara sett þetta bara í samhengi við okkur hérna á þingi, á góðum launum. Hvernig myndum við taka því? Ef það væri komið svona fram við okkur, eða aðra launum í landinu. Það myndi það dettur engum í hug að gera þetta við neina aðra. Þegna þessa lands. Enga aðra en þá sem eru veikir, þá má setja svona gjörsamlega fáránleg ólög. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Halldóru Mogensen fyrir að leggja fram þetta frumvarp og ég er leið einkar þakklát og stolt að fá að vera meðflutningsmaður á því. Við erum að tala réttlætismál. Við erum að tala hreint sanngirnismál. Við erum að tala það að með ofríki stjórnvalda
sé í rauninni verið að vega að þeim samfélagshópi sem höllustum fæti stendur í samfélaginu. Það myndi flestum þykja nóg hafa fengið það í vöggugjöf að vera fatlaður, að þurfa að burðast með það að vera fangi í eigin líkama, þó að sé ekki reynt að vinna að því með öllum tiltækum ráðum, koma í veg fyrir, ef að viðkomandi gæti mögulega bjarga sér, að koma í veg fyrir með öllum ráðum að gera honum það kleift. Maður spyr sig til dæmis ef við erum að tala þessa skerðingu krónu móti krónu. Það er nú allt í lagi með mig og háttvirtan þingmann og meðflokksmann minn Guðmund Inga Kristinsson, sem að höfum nú þurft að hokra á örorkubótum fram að því að við verðum kjörin á Alþingi Íslendinga, í boði þessa hóps sem við erum að berjast fyrir, ekki síst öryrkja. Við höfum staðið í þessum sporum. Við vitum hvað það er. Við náðum ekki endum saman. Við áttum líka börn. Ég var að ala upp 4 börn. Gat ég veitt börnunum mínu það sem að nágrannarnir gátu almennt gert? Nei, ég gat það ekki. Er sárt að horfa upp á það að maður sé svo vanmáttugur að maður geti með engu móti tekið eðlilegan þátt í samfélaginu, alveg sama hversu viljinn er mikill. Já, það er sárt. Það fjölgar öryrkjum. Það er talað að það sé bara offjölgun öryrkja. Hvers vegna í veröldunum fjölgar öryrkjum svona mikið? Hvernig getum við fækkað öryrkjum, spyrja ráðamenn. Ég vildi nú reyna að gera allt annað en hindra þeim fyrir björg, eins og ég hef áður sagt. En það virðast vera lítil úrræði í boði. Það er einhvern veginn eins og þessi þjóðfélagshópur, ásamt láglaunafólki og eldri borgurum, hluta þeirra eldri borgara sem að búa við mjög bág kjör, það er eins og þessi þjóðfélagshópur eigi að halda þjóðarskútunni á floti. Að hugsa sér að ef við kæmum til móts við þennan þjóðfélagshóp, þessa hópa, hættum að skerða þá og kúga þá og koma í veg fyrir að þeir geti bjargað sér mögulega sjálfir upp úr þeirri manngerðu fátæktargildru sem er hér í boði stjórnvalda. Er ekki svolítið furðulegt að ímynda sér það? Þá færi bara þjóðarskútan á hliðina. Það er enginn að spá í það hvernig börnum öryrkja líður. Er einhver að spá í það ef að mamma og pabbi eða mamma væri ekki skert krónu á móti krónu, hvort að mögulega, ef hún hefur heilsu til, myndi ekki frekar reyna að fara út og drýja tekjurnar? Gæti einstaklingurinn mögulega náð sér upp úr fátæktargildrunni? Er það ekki spurningin sem við eigum að vera að spyrja okkur? Hvernig getum við komið til móts við þá sem að eiga erfiðast í samfélaginu, er að berjast í bökkum og ná ekki endum saman? Hvernig getum við komið til móts við þá og sýnt það í verki að þessi hluti að samfélaginu sem við berum virðingu fyrir og erum stolt af því að fá að lifa hér með? Ég er ekki búin að gleyma síðustu kosningabaráttu. Ég er ekki búin að gleyma því að fyrir tæpu ári síðan, fyrirgefið, þá man ég ekki eftir einum einasta fulltrúa í stjórnmálaumræðunni, í kappræðunum, sem ekki lofaði bót og betrun og sagði að þetta væri ósanngjarnt, krónu á móti krónu burt með það. Auðvitað styðjum við það, sögðu öll. Við ætlum að afnema krónu á móti krónu skerðingu. Kjósið þið bara mig og allt verður í lagi. Það er búið að flytja frumvarpið áður. Það var flutt síðasta vetur. Hvert fór það? Hvað varð það? Af hverju er það komið aftur fram? Vegna þess að þeir aðilar sem lofuðu því að þeir skyldu afnema krónu á móti krónu skerðingu til þess að reyna að kaupa sér atkvæðin okkar síðastliðinn vetur, þeir stóðu ekki við það. Venjulega daga þessi mál upp í nefnd og komast aldrei í almenna umræðu inn í þinginu. Það er ekki nóg með það. Það er ekki nóg með það að það sé nánast allt gert til þess að koma í veg fyrir að gefa fólki kost á að bjarga sér sjálft. Það er ekki nóg með það. Heldur siturðu líka sem öryrki, einstætt foreldri, öryrki á lágmarksframfærslu, skert krónu á móti krónu og átt barn sem að dettur í það að verða 18 ára gamalt
Hvað gerist þá? Þú ert skertur, þú missir heimilisuppbót. Þú missir alla skapaða hluti. Skertur, húsaleigubætur, allt saman. Þú ert komið 18 ára fullveðja einstaklinginn á heimilið. Jafnvel þó ekkert hafi gerst nema það að klukkan 12 á miðnætti síðastliðna nótt þá gekk hann yfir þann eða hún yfir þann þröskuld að verða 18 ára gamall. En aðstæður foreldris, þær hafa ekkert breyst. Foreldrið er sami öryrkinn og hann var fyrir miðnætti síðastliði þegar barnið var 17 ára. En núna verður skertur ennþá meira, kæri öryrki. Þrátt fyrir þá þurfi jafnvel ennþá meira á því að halda að fá fleiri krónur inn til þess að mögulega geta aðstoða barnið þitt í námi. Og hvað er þá tekið til bragðs? Það er reynt að setja barnið eitthvað annað. Á hann ekki einhverja frænku eða frænda? Er ekki hægt bara að flytja lögheimilið eitthvað annað? Hvað getum við gert til þess að reyna að bjarga okkur? Ekki ríkisvaldið að hjálpa okkur til þess, er það? Nei, það er ekki að því. En ég segi þetta frumvarp, ég býð bara ótrúlega spennt. Ég gæti ekki verið meira spenntari, virðulegi forseti, heldur en að sjá efndirnar, hvort það sé meira að marka okkar ágætu samþingsmenn núna en endranær. Og eins og ágætur háttvirtur þingmaður Guðmundur Ingi benti á þegar þessum lögum var komið á, þessum ólögum var komið á í kjölfar hrunsins, þá voru fæstir, ef að nokkrir, í samfélaginu sem að voru höggnir annað eins niður úr öllum rjáfrum og skerðingum eins og eldri borgarar og öryrkjar. Þetta er sá þjóðfélagshópur sem hefur ekki fengið neina afturvirka leiðréttingu. Og það þykir bara allt í fína lagi. En okkur í Flokki fólksins finnst það ekki allt í lagi. Og svo sannarlega ekki meðflutningsmönnum okkar á þessu góða frumvarpi hv. þingmanns Halldóru Mogensen. Þannig að ég segi, það þarf ekkert annað en sameinað átak. Það þarf ekki annað heldur en rökhugsun í áttina að því að hugsa sem sagt, ef að einstaklingur er öryrki, 75% varanlegur öryrki, af hverju er hann það? Gæti mögulega verið að hann gæti unnið einhver tíma, kannski 2 daga í viku, kannski hálfan daginn, einhverja daga vikunar. Gæti hann mögulega aflað sér tekna, gæti hann mögulega lyft sér upp úr þunglindinu, gæti hann mögulega lyft sér upp úr manngerðu fátæktargildrunni með því? Já, hann gæti það hugsanlega. En við, eða réttara sagt, ríkisstjórnin, eða háa Alþingi, það kemur í veg fyrir þau geti það. Algjörlega. Þannig að maður spyr sig, þessi einstaklingur hins vegar, ef hann fengi tækifæri á því að fara út að vinna, hann hugsanlega, hún fari að líða betur, stór hluti öryrkja eiga við andlegan erfiðleika að stríða, þunglindi, vanlíðan. Hvað áhrif hefur það á þau að við lítum heildstætt á málin? Ef við tökum heildstæða mynd, hvað áhrif hefur það á einstakling? Við erum félagsverur, að fá að fara út í samfélagið, að eiga kost á því að vera innan um aðra, vinna, finna til pínulítils stolts, ég get þetta, víst get ég þetta. Og ég borga skatt af því inn í ríkissjóð okkar, sameiginlega sjóð. Það gleymist að taka mark á mið af því þegar er verið að tala um kostnað við öryrkja. Við erum örorkubyrði. Háttvirtur Guðmundur Ingi þekkir það nú vel, hvernig það kemur fram á Excel-skjalinu, óæskilegu fjöldi og örorkubyrðin sem að við öryrkjar erum í Excel-skjalinu. En við erum mannauður. Og það er hægt að gera ýmislegt ef vilja fyrir hendi til þess að efla, styrkja og virkja þann mannauð. Og einn stór liður þeirri vegferð er nákvæmlega þessi að afnema krónu á móti krónuskerðingu og leið efla einstaklingin, öryrkjan í þessu tilviki, til þess að reyna að minnsta kosti
athuga hvort hann geti unnið, athuga hvort hann hefur bolmagn til þess. Og það eru við, háttvirtir þingmenn og ráðamenn, sem getur gert þeim þetta kleift. Og ég hef nú gjarnan sagt, tökum saman höndum hvar í flokki sem við stöndum þegar við horfumst í augu við sannarlega sanngirnis- og réttlætismál sem að þeirra á heildina er litið og við lítum heildstætt á sýnir, svo ekki verður villst, að kostnaðurinn sem að því hlýst, hann er enginn nema hagurinn af því að afnema krónu á móti krónu skerðingu. Þannig að ég enn og aftur, hv. þingmaður Halldóra Mogensen og allir aðrir þeir góðu þingmenn sem að ljá þessu máli lið, bjartsýn og brosandi, ég trúi því ekki fyrr en að við þurfum að taka á því að öll loforð sem að hefur verið að gefa fólkinu okkar í síðustu kosningabaráttu hvað varðar stöðu öryrkja og krónu á móti krónu skerðingu hafi bara verið innantómt blaður. Og við bara siglum bjartsýn og brosandi áfram.